Góðan dag og velkomin í Gunnan Brassars. Já, eins og þið sjáið þá ég á einhverjum allt öðrum stað. Ég sem sagt í Vestmannaeyjum hjá tengdamömmu minni og ég lokaði mig af hérna inn í herbergi til þess að geta tekið upp svona introið og svoleiðis. Mér finnst rosalega skemmtilegt að taka viðtöl, hitta nýtt fólk og fræðast hvað þau eru að gera. Og ég alltaf á svona kíkja eftir því, ef ég heyri af einhverjum eða hitti eitthvað sem væri gaman að tala við þá spyr ég alltaf, ertu til í að koma í viðtal? Og flestir segja já. Þetta eitthvað svona sem já, ég mæti svo bara eða við hittum og það svo sem ekkert fyrirfram ákveðið hvað verður talað eða hvernig við höfum þetta. Ég hef ekkert ákveðnar spurningar eða neitt svoleiðis, þannig að þetta bara svona spjall og svona, já, fá að vita hvað fólk að sýsla. Ég var á Nýtt Hvammstangi núna síðast í mars og þar hitti ég konu sem ég hef aldrei séð áður. Og þar var meðal annars konu sem heitir Dagbjört og hún fór að segja frá mömmu sinni og hvað hún væri að brassa. Og mér fannst þetta svo spennandi, þannig ég ákvað að fá nafnið hjá mömmunar og hafa samband við hana þegar ég ætti leið framhjá af því að hún á Akureyri. Ég átti von á því að fara til Akureyrar núna í sumar, þannig að ég hugsaði já, það væri svolítið gaman að kíkja til hennar og fá aðeins smá spjall það sem hún hefur verið að gera. Já, við fórum sem sagt núna norður til Akureyrar í júní og ég var búin að mæla mig mót við Jenníu. Ég að fara að taka viðtal við Jenníu Karlsdóttur. Við Jenný við ákváðum að hittast á Safnasafninu við Svalbarðseyri og þar verið að stofna Jenníarstofu eða stofu Jenníar Karlsdóttur og ég ætla aðeins að lesa hérna markmið stofunar. Það meðal annars að veita áhuga, fræða og listafólki aðgang að 2500 textílgripum sem Jenný gaf Safnasafninu í vor. Og við höfum eftir að ræða það aðeins betur og hún svona útskýrir hvernig það kemur til, þessi sýning og þessi stofa, Jenníarstofa. Þetta safn puntahanglaða hefur borist svona henni héðan og þaðan. Hún hefur keypt mikið á mörkuðum og einnig hefur verið henni gefið mikið. Þegar fólk vissi að hún væri að safna þeim þá bárust henni ýmis verk. Hún fékk meðal annars sent kannski til sín og var þá miði með, einhver sagði við hana að það enginn sem vill eiga þetta þegar ég fell frá. Þau kunni ekki að meta þetta og þessu verður hent. Þannig að viltu varðveita þetta og í einu bréfinu stóð að þetta væri handavinna mömmu minnar, ömmu og tengdamömmu. Næst skoðum við faldbúning sem að Jenný gerði. Ég ætla að fá að lesa bara upp úr upplýsingablaði sem að ég fékk sem fylgir þarna á Safnasafninu. Þar sem útskýring á þessum faldbúning. Þannig ég lesa hann bara hérna. Faldbúninginn saumaði Jenný með leiðsögn Oddnýjar Kristjánsdóttur hjá Heimilisiðnaðarfélagi Íslands og munstri fengið þaðan. Hann úr svörtu ullarefni, upplutur, pils og treyja. Jenný jurtalitaði garnið og saumaði út í pilsi með kamgarni frá verksmiðjunni Gefjunni á Akureyri. Boðungar treyjunar eru með perlulögðum flauelskurði og kniplingum. Þeir eru líka á ermum og orkhöfublúnda eftir Bergdísi Brynjarsdóttur, dóttur höfundar, framan á ermunum. Stokkabeltið fékk Jenný í fermingargjöf en það eftir Ásgrím Albertsson, gullsmið sem starfaði á Akureyri og upp úr 1950. Ermanhnappa, hálsmen og nælur í höfuðbúnað og hálsklút smíðaði Jenný með aðstoð Júlíu Þrastardóttur gullsmiðs sem bjó til 2 stokka í viðbót við beltið. Búningnum fylgir hvít handlína með svartsömi.
verkið tók nokkur ár og lauk 2015. Já, hún sem sagt, þar sem hún var búin að gera þennan faldbúninga, þá ákvað hún að fara á víravirkisnámskeið til þess að gera það silfur sem að vantaði upp á. Hún átti sett stokkabeltið en það vantaði allt annað og hún ákvað bara að gera það. Þannig að þetta er kona sem að bara drífur í hlutunum. Fallegur búningur hjá henni, vel unnin og ég vona að þið sjáu þetta alveg þannig að búningurinn er í svona glerbúri. Þannig að það glampar svolítið á þegar við vorum að taka upp, en ég vona að þið sjáu þetta vel. Já, við settumst svo í bókastofu safnsins og hófum spjall okkar, þannig að hér kemur viðtalið. En ég var að spá því, þegar ég kom heim til þín að sækja þig, að þá stendur þar munstur og menning á glugganum, þú veist, og merkja. Hvað er það fyrirtæki eða hvað segðu mér aðeins, er það ekki eiginlega svona byrjun eða svona? Nei, það er ekki afleiðing. Já, afleiðing. Já, ég fór að taka saman hefti og gefa út undir heitinu munstur og menning. Já. Það byrjaði þannig að ég er búin að safna munstur í áratugi og fólk var að biðja með munstur, áttu munstur af þessu, áttu munstur af hinu og svo endaði með því ég fór bara að taka saman svona smá hefti og þetta vatt upp á sig og ég var í þessu svona í meðin 20 ár og þá er þetta alveg útsjónsmunstur eða ekki? Þetta var svona tvískipt. Ég vissi að það var svolítið erfitt fyrir fólk að nálgast eitthvað svona og mér langaði til að gera þetta á einfaldan hátt, koma þessum sem sagt ég þjóðararfi til fólks á einfaldan hátt og ódýran. Þannig að ég bara ljósritaði, man þetta bara heima á Hjaltsi, sem ég segi. Og þetta var að vísu svolítið tvískipt hjá mér. Ég var líka að endurgera elstu íslensku hannyrðabækurnar eins og þær voru. Það var svona einn partur og hinn parturinn var að tína saman hefti og af milliverkum og öðru slíku. Ég var með 7 hefti af hefðum milliverkum, 4 af Harðangri og gömul munstur líka og svona og ég var líka með tréverki. Ég var með bæði útsögun og útskurð og þetta urðu óhugum margir titlar. Ég gerði þetta bara jafn óðum. Ég held að það hafi verið, hvað það verið 46-8 titlar í allt sem að ég var komin með sko. En er þetta ekki, er hægt að fá þetta ennþá, veistu það? Nei, þetta er eiginlega búið. Ég á eitthvað smávegis að þessu þegar ég sá að ég myndi bara hætta þessu en það, sko, ég var alltaf að hissa hvað þetta gekk. Því að fólk var að hringja mig hingað hérna á landinu og ég var að senda og svo er náttúrulega alltaf á handverksáttinu. Já, varstu það? Já, ég var það alltaf. Handverksáttinu hérna í Hrafnagili? Já, sko, eins og tölvutæknin var náttúrulega riðasett í rúmsum líkliti og ég var svo alveg steinhissa að fólk væri að sækjast í þetta ljósritaða efni hjá mér þegar það gat fengið alltaf á netinu. En ekki þetta? Nei, og það bara fína bók með milliverkum. Það var líka það, sko. Ég ætlaði ekki að fá mig meiri pappír, sko. Þá ákvað ég bara að ljósrita það sem ég þætti merkilegast hjá mig. Fyrst og fremst þessar elstu íslensku hannyrðabækur. Svo elsta kom út 1886, stóru broti. Já, svona eitthvað smávegis eftir, en það er alltaf verið að spyrja og fyrst og fremst milliverk. Já, Hekluðu milliverkin, já. En heldurðu, þú veist, tekur einhver við eða? Já, sko nú urðu strömbörf. Það var nú eiginlega fyrst og fremst það þegar kunningjakona mín Bryndís Símonardóttir. Hún kom að máli við mig 2020, held ég að verið bara, veistu? Hvort að hún mætti skrá safnið mitt. Og það var náttúrulega grundvöld til þess eitthvað verði úr hlutum þegar það sé skráð. Það sé skráð, og hún skráði allt safnið mitt
og þetta var nú, ég var nú svo búin að flokka þetta dálítið en þetta er 2500 hlutir í allt sem hún skráði. Og það er eftir að skrá eitthvað smávegis, það er ekki mikið. Já. Og þannig að þegar það kom til tals og buðist til að hýsa þetta hérna og það var náttúrulega það besta sem gat skeð. Því að það hvarflaði aldrei að mér að bjóða Akureyrarbæ þetta. Ég er búin að fylgjast þar með safnamálum í áratugi og þeir hafa meira en nóg fyrir sig. Og Minjasafninu, þá ég var ekkert að bjóða þeim þetta heldur vegna þess að þeir búa við þrengsli. Minn draumur var að þetta gæti verið til sýnis. Fólk gæti fengið að sjá þetta. Við dreymdi alltaf um borð þar sem væri bara raðað á fallegum útsemi og fólk fengið að koma við. Ég menn einum hönskum en einum bara taka þetta í gegnum skynjunina alveg alla leið. Og þá er það útsemstykki sem að þú hefur safnað? Það er fyrst og fremst textíl. Já. Það er fyrst og fremst textíl og alls konar textíl. Mikið á Rauða krossinum. Ég fór mikið á Kolkusti og ég á líka alveg reyna ósköp af munstrum, feikilega ósköp alls konar. Með þessi eldgömlum, mjög gömlum munstrum. Og það er það sem ég ætlaði að segja, ég spurði framhald. Það var það að það er stemt að því hérna. Hérna á safninu. Bæði að sýna eitthvað úr þessu hverju ári og svo jafnvel að hafa sko, þetta er náttúrulega allt tölvuskráðorðið, þá geti það bara fengið hér bæði skoðað á netinu það sem til og svo geti það fengið munstur. Þannig að ég hef svolítið verið að segja fólki frá þessu sem hefur vantað hellu milliverkni að þessi möguleiki að þetta komið til að verða hægt í framtíðin að fá. Er eitthvað byrjað á þeirra vinna eða? Nei, það verður byrjað í haust. Þetta er spennandi. Og jafnvel að hafa einhvað opið hérna og þá í nafni í nýja stofu og þá er þetta kennt og þetta kynnt. Og svo það verður að vera líka þegar það verður mér svo mikið hjartansmál að koma handverki, þessu gamla handverki og allir þessari þekkingu inn í nútíma handverksvakningu á einfaldan hátt. Þetta er svona smá þróast. Prjónið lofar góðu, það kemur svo eitthvað annað í kjölfarið og lituninn. Ég held að útsaumur, til dæmis, að það sé að koma vakning í því. Ég vona það. Og eins og ég segi, sko, ég hef verið að viða að mér þekking og handverki í hartnær 80 ár. Nei, ég segi það ekki. Undir það. Og það væri nú bara þessi hart ef maður væri ekki búin að ná einhverjum árangri. Þannig að ég er svona þokkalega vel heima í ýmsu sem snertir handverk. Ég kann ekki allt en mér þykir voðalega slæmt ef ég sé eitthvað, ég veit ekki hvernig það er gert. Og náttúrulega ég er með líka smíðakennsla, smíðakennari réttindin. Það er einu handverksréttindi sem ég hef. En ég ólst upp hjá handverksfólki. Þannig ég hef svona lifað að hræsta þessu. Og nú ert þú sem sagt kennari. Varstu þá að kenna smíði eða handverkinu eða varstu bara í almenni kennslu? Nei, aldrei. Ég var alltaf bara í yngri barnakennslu. En aftur að safninu, þú segir að þú keyptir, eða fannst þetta í og svona, en svo var líka fólk sem sendi þér, eins og varst að segja með kvittu handklæði. Og þetta allt á skráð, þú veist, ef þú veist hverju gerðu þetta og svo sko þegar við fórum að skráða þetta, þá höfðum við samband við Minjasafnið. Hvernig væri best að skrá. Bent okkur á að það væri sennilega hagkvæmast fyrir okkur að skráða þetta allt í Excel. Það væri tiltölulega auðvelt að flytja úr Excel yfir í SARP og ég reikna með að það verði gert. Og nú er Bryndís búin að vera að 1-2 vetur fyrir að skrá hérna munni á safninu og eitthvað þrálega að skrá textil. Því að það er til annað eins að textil hér. En ég svona sérhæfði mig í þessari söfnun í því að safna bara almúahandverki á síðustu öld og eldra sem að var notað til nytja og heimilisprýði. En þá veistu
veistu ekki alltaf hver gerði Nei, ég veit það ekki, en sumt veistu. Þetta var skráð mjög nákvæmlega og mikill fengur að því fannst okkur ef við vissum eigendasögu eða hver vann verkið og það var nákvæmlega skráð og svo þetta mælt og myndað og lýst líka. Það var skráningin í orðum og svoleiðis. Og líka sko aðferðinni notuð var, hvaða garn var notað, úr hverju hlutum voru, úr hverju garni var og efnið og allt þetta. Þannig að þetta var brjáluð vinna. Þetta brjáluð vinna. Mér fannst ég eins og hamstur á hjóli. Ég þurfti náttúrulega að vera við og lýsa þessu öllu og eftir sett og rýna í þetta og finna út. En það spennandi að sjá þegar þetta... þegar þetta verður komið, þegar verður þetta að fara inn á þetta. En hefur þetta alltaf svona, þú ert búin að vera að gera þetta í langan tíma, þetta ekkert sem þú fórst að gera eftir að hægt að vinna eða eitthvað svolítið? Nei. Þetta hefur alltaf verið eitt áhugamál svona, ég sé það á mörkuðum, ég sé fallega handgerðan hlut, þá hef ég fyrst ákinn. Ég hef verið að rannsókn altaristúka í áratugi, markviss með konum minni, búin að fara mest á landi og skoða semlega 54 altaristúka og mæla og mynda. Þannig að þú ert búin að skrá allar sveitakirkjur eða margar? Nei, ég ekki við aðeins eftir. Við fórum núna í byrjun mánaðarins, þá vorum við að taka upp þráðun aftur og við fórum í Davíðssýslu, heimsóttum þar 9 kirkjur og við erum með framtíðarplön að fara í haust á Vestfirði því að við erum eiginlega búin að mest allt annað. Finnst þetta ekki skemmtilegt? Jú, þetta óskaplega gaman og það er langt síðan ég ákvað að gera helst ekki nema skemmtilegt. Og sérstaklega þegar ég ætti að vinna og hvað er ekki aðeins að gera neitt sem mér finnst ekki gaman að gera. Eins og þetta að fara landið og skoða það í kirkjum, það var eitthvað tilgang eða eitthvað svona markmið. Mér finnst þetta meira á þetta. Já, gætir. En það líka því ég frétt af þessu og hugsaði eitthvað, nei, ég þarf að tala við þessa konu. Ég þarf að fræðast þetta, En hvar verður svo sú skrá? Þessa spurningu fáum við nú yfirlega, og okkur verður nú tungum tönn að svara þessu því að við höfum ekkert látið þetta neitt á netið. Nei. Og við höfum oft spurðar að þið ætla ekki að gefa bók. Og þetta er náttúrulega þó svolítill hópur sem hefur áhuga á þessu en hann er ekki stór. Þannig að þetta yrði nú ekki bestsellers. Nei. En við eigum náttúrulega við óskapað myndum af þessu. Það verður einhvern veginn að koma þessu áfram, Já, það er allt opið hvað það snertir. En það er samt svona hálfkirkjan að klára dæmið áður en það er að gera eitthvað. En svo náttúrulega líður tíminn og gamlar kirkjur sem heimsóttum. Þegar við byrjuðum það kannski búin eitthvað nýja dúk og alls konar. En algengasta aðferð við gerð altaristúka síðastliðin áratugi, það er hekl og hagangur. Það eru aðferðir sem er tiltölulega auðvelt að fá uppskriftir af. Eldri dúkar, margir sem voru í kirkjum, þeir voru gerðir með sem venisjansku sál sem þú kannast til. Og þeir eru óðum að hverfa og margir hverjir bara alveg horfnir úr kirkjunum. Og ég stendi þeirri meiningu að það séu hvergi til munstur af þeim. Vegna þess að gamalt verst munstur því ekki haldið til haga og annað hitt að þegar konur vildu fara og fá sér sauma altarisbók í kirkjuna sína, þetta er oft afskaplega kærleiksrík verk sem minningargjafir og annað, að þá bara höfðu það samband við næstu hannyrðaverslun. Þá voru hannyrðaverslanir sem stóð undir nafni og þá fenguðu bara heimsendan áteiknaðan dúk og jafnvel efni og gatna fór að sauma. Þannig að ég sá að það er eitthvað að gera í þessum málum. Svo ég hef verið að teikna upp þessu gamla mönstur. Og er búin að teikna það sem ég næ í Eyjafirði og fekk mér segið frá Sauðárkrók sem ég vissi var, ég náttúrulega í gegnum myndin, það veit ég hvað þessi dúkar eru.
Og ég er nú eiginlega búin að skaffa mér nýtt verkefni í því að teikna þessi gömlu munstur. Okay. Og læt mig jafnvel dreyma að fara landið. En ég þarf að sko ná í dúkana sjálfa. Já. Þetta er eitthvað sem að gera ekkert í mynd. Nei. Og þetta er, þú veist, þegar ég er búin að þóra þetta strauja þegar það er teikt út og það var alltaf að vera. Ég þarf að teikna dúkana upp. Já, með þá orginal dúkinn og þeir eru mörgir mjög illa farnir. Þetta er alltaf flókið oft. Já, það skal sér skálda upp í á milli og svona. Já, og mér dreymir að ég veit sem dúka, hingað að þangað sem mér dreymir að heimsækja og koma þeim á almennilega, varanlega pappír. Þetta er alveg merkilegt. Þegar þú ert komið með, já, nú er þetta safnaferð komið, þá er bara næsta stóra verkefni sem tekur við. Já, maður náttúrulega, maður verður að halda áfram ef maður getur. Já, akkurat. Og sko, ég er búin að sjá það, ef maður ætlar að halda einhverju færni, þá þýðir ekki að slá slöku við. Þá verður maður bara að halda áfram. Það þarf að þjálfa ýmislegt annað heldur en bara fæturna. Ég er bara svo heppin að ég hef ágæta sjón og hendurnar í leið. Þá er ég bara notað. Mér finnst þetta bara alveg ótrúlegt, allt það sem þú hefur. Mér finnst þú bara, þú veist varðveita svona menningararfinn okkar. Já, það hefur verið mér óskaplega hugleikið og líka sko störf formaðir okkar og verkþekking og verkmenning sem var hjá þjóðinni og þá ekki síst konum hér áður. Og ég stend af því vastarvótum að ef að verkþekking og verkmenning kvenna hefði ekki verið þannig, það er henni að þakka að þjóðin lifði af. Sko við værum ekki þjóð ef að konur hefði ekki kunnað til verka, kunnað að búa allan fatnað til úr ullinni og sauðkindinni. Nú er hún að verða óhlæg gerð, en ullinasauðkindinni og þekking kvenna að vinna hana og að koma þeim ull í fat og mjólk í mat eins og sagt var. Og ég, má nú fyrst ekki segja þetta, ég sakna þess og hef gert gegnum tíðina mjög mikið að hlusta á ræður frammámanna þjóðarinnar. Það eru bókmenntir, listir, það eru sem sagt sagnaarfurinn og listir sem er handað. Og ég hef nú stundum verið að velta því fyrir mér að ef hefðum ekki fengið að borða og hægt einhver föt, hvort mér borðum ekki úr verki. Og líka bara, þú veist, aðstæðnar sem að, þú veist, húsakostir og allt sem, fyrir utan húsakostir og myrkrið og, þú veist, ég er búin að vera að hugsa þetta því ég hef verið að pæla svolítið mikið í ullinni og þú veist hvernig það var í, þú veist, gamla dag, bara við landnám og eftir það skilur bara, þú veist, hvernig er þetta hægt? Þú veist, maður skilur ekki hvernig þessar konur fóru að því að vinna þar sem unnu í myrkri og þeir eru byrtu. En núna ef það er komið eitthvað myrk og þá setjum maður lampa og stækkunargler og allt, þú veist, við erum alltaf græðir núna til þess að aðstoða okkur. Og það er svolítið gaman að velta því fyrir sér hér áður, náttúrulega þegar að vinnukonur höfðu stundum frí á sunnudögum. Þá máttu þær sinna því sem að þær vildu og húsmæðurgerðar voru gjarnan í sér handavinnu á sunnudögum. Svona það sem að þeim langaði að gera og það náttúrulega það sem hefur varðveist að til dæmis bara textil og fötum það er náttúrulega fyrst og fremst sparifatt. Því að öllum hversdagsfatnaði og náttúrulega sjálfsagt gamla sparifötum líka þeim var bara slitið. Og þetta er gamalt máltæki sem að sendur að slíta fötum í lúm. Það var ekki eftir, nema bara og ef það var orðið það mikið af götum eins og bara bútasamur byrjar
Já. Að það að þú veist, að sauma saman bútana Já, og búa já, til já. nýtt plagg og svona. Og upprunnin alltaf þar hjá hérna vestanhafs, Já. þegar þeir fóru að, hvað kallast það nú? Þessum þessi. Þetta var kreisukvilt. Já, kreisukvilt, já. Það er uppáhaldið mitt, það er að vinna Já. kreisukvilt. Já. Og þá var einmitt, sko, þú veist, þá voru þeir að nota kannski bara silkidúka því að þau, í sígarettubökkum, að þá voru svona silkibútar með í því og þá, þeim var ekki tennt, þetta þá voru þeir saumaðir saman og eitthvað svona, þeir eru alveg. Og einmitt þessi nýtni og finna eitthvað. Finna hlutverk fyrir. Já, og líka fagurfræðilegt, gera eitthvað svona sem að til þess að aðeins að skreita og svona. Já, því það er náttúrulega, þessi skreitithörn, hún hefur alltaf fyllt manni. Já. Að skreita, að gera kringum sig. En það var náttúrulega lítið hægt að hengja upp á veggina í torfbæðunum. Þá voru það rúmferðina sem voru skorðar út kistlar. Það er eiginlega ekkert hægt þegar maður hugsar langt tilbaka að leggja nútíma mælistöku á það sem gerðist hér áður. Nei, alveg rétt þegar sko. Það er alltaf margir sem rembast við það. Já. Það er menningarmun á milli landa. Já. Og menn fá menningarsjokk að kynnast menningu annarra þjóða. En ég held að þau ekki að fara út fyrir landsteinum til að fá menningarsjokk. Nei. Það skoðar í fortíðinu. Já. Og svo líka sko að við vorum að tala þú veist að þau voru að prjóna mikið og svona í baðstofunum og svona. Já. Og svo var þetta selt. Ég hræddi það var nú, sauðkindin stóð undir útflutningi þjóðarinnar. Fyrir það var hægt að kaupa mjöl og salt og ýmislegt. Ég man nú aldrei tölur. En ef maður rýnir í gamlar tölur, það sem var flutt út af varumál og prjónleysi. Já, af því ég er búin að vera að kíkja á þetta. Á 16. öld þá fór eitt árið 12.000 pör af vettlingum. Og þá var ekkert mjög langt síðan Íslendingar lærðu að prjóna. Nei, og hversu margir voru, þú veist, hversu margir byggu hérna, skilurðu, og mér finnst þetta svo ótrúlegt. Og þetta er ógrynni af vafamáli sem var ofið á þennan hátt þegar það var ofið, sko. Já, en við þurfum að varðveita söguna og gera okkur grein fyrir og meta verðleikum og líta ekki niður á það sem gert var hér áður. Við eigum að líta með aðdáun og formaður okkur með þakklæti og bara hafa haldið í okkur lífstórinni. Algjörlega. Og þessar aðstæður sem okkur bjó við, það náttúrulega, það var þannig að það var ekki hægt að halda öllu hreinu alltaf. Nei. Og þú ert nú alltaf búin að koma með þingskerf í það að halda þessu. Ég veit það ekki, mér finnst það líka alltaf að benda á því það er allt og margir og núna sko síðan að húsmæðarskólanum liði undir lok, það var eiginlega mikið menningar tjón og það skildi ekki vera hægt að finna þeim einhvern hlutverk, það var eiginlega óskiljanlegt. Það var bara kennsla í einn vetur, húsmæðarfræðslu og það þurfti bara að bæta einhverju við sem til að koma þar inn einhverju réttindum. Og núna eru sko, það eru konar þónafra kynslóðir. Þannig að við erum óðum að hrökkva upp á þessu sem vorum á húsmæðarskóla. Og yngra fólk núna sem hefur kannski áhuga á textíl og útselji, það hefur ekki forsend til að sjá hvort að hlutur eru réttum eða raungum. Og því séu hvernig hann gerð. Það var mikið synd, þannig að það þarf að einhvern veginn að finna þessu farveg og gefa fólki kost á að kynnast þessu. Og ég vona að það verði gert hérna með því að hafa þetta netinu, nú alltaf netinu. Koma fólki til skoða á netinu. En við getum sko talað hérna alltaf dag þetta. Ég veit það. En einhverstað verðum að stoppa, þannig að ég ætla bara að segja kæru þakkir fyrir að taka móti mér og segja mér, þú veist, mér finnst þetta alveg meiri áttar starf sem þú er búin að vera að vinna í 10 ára. Já, þakka þér fyrir. Og ég er spennt að sjá, þú veist, þegar það verður komin. Þannig að ég veit ég fengið að fá aðgang að þessari skráningu og svona, þú veist það. Og endilega halda áfram að kynna verk, þekkingu og verk menningu, formaður okkar.
Já, algjörlega, ég ætla að reyna. Ég reyni það. Já. Það, bara takk. Þegar við vorum að skoða saman safnið að þá sá ég þar alltaf ýmiss konar handverk og meðal annars þráðaleggi og við fórum að spjalla eins þá og ég svo sem vissi ekki mikið þráðaleggi. Ég hafði heyrt orðið og séð eitthvað álíka en ég vissi ekki mikið þá. Þannig að Jenny bauð mér að koma heim til sín eftir við varum búnar á safninu og hún skyldi sýna mér og segja mér frá þráðaleggjum. Og við gerðum það og þar sýndi hún mér merkilegt safn þráðaleggja og í lokin þá gaf hún mér 2 þráðaleggi og það eru þessir hérna. Og þetta gard sem hún hefur jurtalita sjálf. Frábært að eiga svona til minningar þessa ferminu til Akureyrar og viðtali við hana Jenny. Sko, þráðaleggir hér áður fyrr, það var alveg sérstakt handverk. Þetta var kallað læstur þráðaleggur, því að hér áður fyrr þá gátu konur ekki, þær gátu ekki farið út í búð og keypt sér tvinna. Nei. Þær eru ekki að vinna hann bara sjálfar og það var mikið vandaverk. Það þurfti að velja ull, velja tog í sem sagt spunan, spinna þetta hár fínt og svo var þetta tvinnað. Og þetta var mikið dýrmæti þegar búið var að gera þetta. Og til þess að varðveita þennan tvinna þeirra tíma, þá undu þær hann upp á leggi. Þá undu þær sem sagt þráðin upp á leggi. Þar kemur náttúrulega líka til, og geymdu náttúrulega eins og sjávardraugarsins. Og þar kemur náttúrulega fram líka skreytiþörf kvennanna. Að þær, og þetta var notað mikið, þær notuðu þetta gjarnan til tækifærisgjafa. Því þetta var dýrmætt og þær höfðu þetta gjarnan með sér þráðalegg þegar þær voru að fara og heimsækja kunningakonu sína og vinkonu. Þá kannski voru þau búin og skreyttu það þráðalegginn með þessum vindingi og vinda þetta og þetta til dæmis handspunnið tog á þessum legg svart og þetta handspunnið tog á þessum hvíta. Og svo datt mér í hug að nú væri gaman að vinda þennan þráðaleggja vinding á öll íslensku dýrin. Og ég eiginlega nokkurn degi búin að því. Og hérna eru hreindýrsleggir, þessi 2. Þessi 2, Þetta eru hrossleggir, þetta eru nautgripir og svo eru þetta sem sagt náttúrulega kindaleggir. Þetta geit. Geitaleggir eru alveg eins og kindaleggir, bara minni, það bara vinkonu mín sem átti sem sagt geitur. Og ég skal lofa að finna þyngdarmuninn. Þetta er hrossleikur. Þetta er hrossleikur. Já. Það er nokkuð mikill munur þarna á. Þetta er alltaf mikill munur. Því skaparinn vissi að hreindýrin þurfti að hlaupa hratt, þá verður að vera létt bein. Og til að gera það ennþá léttari, þá gerði hann þessu beygju og setti taugina í. Og nautgripaleggirnir eru þungir og það er sko munur á afturfót og framfót á öllum þessum og sést það vel. Þetta er hryssa og þetta er hestur og eins er það með þetta er afturfótur á nautgrip og framfótur. Svona er munur á þeim. Og þessu léks fólki sér að krakkarnir í gamla daga, þeir léku sér að. Og vinkona mín, hún sem lék sér mikið með þetta, hún gerði afskaplega mikið mun á afturfót og framfæti. Það var bara góðir reiðhestar eða verið framfótur. En hitt voru bara þróttarhestar. Svo hafa fuglarnir fengið að fara svolítið með hjá mig líka. Þetta eru gæsar. Þetta er gæsavængur. Þetta er gæsaleggir. Það er vængur eða hvað. Og þetta er eftir átt. Og ég setti svipað á Þetta er tóa. Þetta er tóuleggur. Tóuleggir. Þá fekk ég hjá uppstoppara.
svo hef ég verið að leika með stundum hérna líka, þetta eru hérna, þú manst þetta silkivinnslunum, gamla dag, silkitvinnanum, manst þetta silkitvinnavinnslum. Nei. Þá var svona svipaða vindingur bara svona margir leggir. Ég meina gamli silkitvinnar, gömlu sem að voru til Á spott, á pappír? Jú, á svoleiðis. Já. Hér eru minkatær, hérna eru minkaleggir. Þetta eru tær af mink. Og ég hefði ekki trúað því að þetta væri, sem sagt, þetta svo lítið. Já. Ég held að það er stærri, en ég er nú búin að leggja draug fyrir að fá afturfóta mink, hvað sem ég fæ hann eða ekki. Ég fyrir vona að hans er stærri. Já. En ekki það er svolítið skemmtilega samtíð við það að vinkona mín í Reykjavík sem er handafnkennari, hún hringdi einhvern tímann í mig og þá voru þær stöllur að fengu þráðalegg í hendurnar og voru að veltaði fyrir sér hvernig þetta væri gert. Og vinkonan sagði þetta lítur að vera gert í vél. Nei, ég veit ekki, sagði hún, ég ætla að hringja í henni. Svo ég fór að segja henni frá þessu og fór líka að segja henni frá þessu safni. Og hérna var nú eitthvað óðamála, en hún, nú það svona pompöst, hún skrifar ekki annað niður svona eins og fróðleik. Svo hann verið að skrifa eitthvað niður sem ég var að punkta og svo var ég að segja henni það að sko ég væri líka búin að vinda á minkatær og ég hefði ekki trúað því að svona lítil bein þetta væri meiri minkatár nema bara því ég sauð hana sjálf. Já. Og allt í lagi með það og svo erum við hættar að spjalla og hún er eitthvað að hugsa og segja svo henni, ég skildi ekki alveg svo. Hvaða dýr er þessi sauðhani? Ég hef verið eitthvað óðamála. Já, og svo bara sauð hana? Ég bara sauð hana sjálf. Já. Við erum búin að segja mikið þessi. Ég sagði henni, ég ætlaði að setja henni það fyrir svo vel að búa til sauð hana og senda mér. Já. Svo ég músaleggi. Nei. Þetta er sjást, höfðu hérna. Það var ansi erfitt að vinda á það. Lene Zachariasen útvöði mér músaleggi. Já, hérna. Já. Þetta er ótrúlegt. Já. Þetta er búið gaman. Og þetta er sem sagt sérstakur svona aðferð. Já, þetta er sérstakur aðferð, já. Fyrir þess að hérna, maður sér það svolítið vel í svo, hérna ertu búin að gera svona munstur. Já, ég fór að leika mér. En þú sérð þráðaleggi á flestum byggðasafnum. Það er svona skemmtilegast finnst mér að gera þetta á svona frekar og fínu garni. Já. En ég hef ekki lagt því að spinna þó ég spinni svona fín. Já. Svo hef ég verið að leika mér bara með fuglabein og vesina. Þetta er nú bara þegar maður búin að laga kjúlinginn, sko. Og ertu þá hérna að nota það sem þú ert búin að jurtalita bandið svona? Ekki alveg flestum tilfellum þá hef ég sett að jurtalita að spotta. Hérna setti ég nú bara á þetta sauðalitina því að það er uppstoppari hérna í bænum, Kristján frá Gilhaga, hann er svona að gaukað mér einhvern veginn að hann lendi ég að stoppa lítið lamb. Já. En hins vegar, sko, þetta hérna, bjúkan hérna framan á, hún festist ekki á sauðfénu fyrir það 3-4 vetra. Þetta er bara brjósk og þegar maður fer að sjóða þetta og hreinsa þetta, þá bara, þetta er sundur. Já. Þannig þetta raða þess á að líma. Já, þú meinar. Svo kann að gefa sauðskinn, sko. Hérna ráðskó. Já, hérna er nú leppar og hérna og sauðskóður. Hérna er aftur meðleggir. Þetta eru hreindýrsleggir. Bjargi minn fór upp í Kringilsárana áður en öllu var sögt og rakst þá á svona blásna lærleggi 2, þeir samstæðir. Þetta er nú bara sunnudagslærið. Já. Fékk aðeins að færa í litanabað. Já, ég ætlaði að segja það. Já. En ég á ekki mannabein. Nei. Og ég held nú kannski lengi vel að þetta væri mannabein, ég held þetta sé mannabein af brotlu. Já. Eins og ég segi, já.
Nei, þetta er bara... Já. Þetta er sauðnaut. Lenu Sakarísen, Já. hún ætlar að útfæða mér annað. Það hefur dott, það hefur ekki verið nógu gamalt gripur. Já. Það hefur dottið af hérna Já, leiðina. já. Og ég er bara búin að... Sauðnaut frá Grænlandi. Já, ég er með þessi búin að spinna mér sko sauðnaut og ull til að setja á ef ég fæ annað. Já, ok. Þannig þetta er dótaskúfan mín Þetta er og þú þetta. ert búin að sjá dótaskápinn Já. frammi. Já. Þannig að hérna. Yndislegt. Svona er nú það. Svo er skóru. Flott. Og ert þú búin að vera að gera þessu skó eða? Nei, ekki allar, nei. Nei, þú er líka svona við að Ég náði mér í steinbít, ég geri þessa. Þetta eru orginal sauðskinsskór með rökuðu sko. Já. Grjót harðir. Já. Þetta er því ekki bara á, ég fengi þetta rauðapressun. Já. Og ég hef gert þessa hina. Ég geri þessa líka. Þessa var ekki... Þetta er lax, eða þú veist, roði, er það ekki? Já, þetta er steinbísroð. Já. Þessa keypti ég nú bara á Antiksöl í Reykjavík, ekki fyrir mörgum ára síðan. Og roðskotnar eru gerðir öðruvísi. Þetta náttúrulega endist ekkert. Nei. Og þeir voru sko ekki með hælsaum. Það var bara ríkt, það var bara gerðið tásömmur og svo bara rimpað og ríkt saman. Já, já. Það getur verið að eiga tásömmur, þetta er tásömmur á öllum hérna sauðskinsskóm. Hælsömmur, já. Hælsömmur segja. Já. Svona er það. Ég skal segja ykkur. Já, þetta er alveg stórmerkileg starf sem hún Jenny hefur reynt af hendi núna undanfarið. Eða síðustu áratugi. Og þetta er alveg ómetanlegt að hún skuli hafa safnað svona íslensku handverki og að skráða og gera það þannig að þetta verði aðgengilegt fyrir okkur hinn. En það kom svona ýmislegt fram í viðtalinu sem að ég svona í spjalli okkar og ekki fór allt inn í viðtalið. Hún til dæmis talar mikilvægi þess að svona í sambandi við hugmyndavinnu að leyfa undir meðvitundinni að vinna. Þannig að þú farð einhverja hugmynd og byrjar kannski ekki strax að vinna, þú veist, heldur leifur svona undir meðvitundinni að finna út hvernig best er að gera hlutina. Já, og ein setning sem hún sagði þarna við mig og hún er svona: já, það er ýmislegt sem kettlingar dunda sér við. Ég get nú ekki sagt að þetta sé nú alveg dund, þetta er alveg heljanisvinna sem hún er að leggja á sig, en alveg ómetanlegt starf sem hún hefur unnið. Og frábært að safnasafnið á Svalbarðseyri ætli að taka þetta til sín. Og þau eru sem sagt að koma á fót Jenny-stofu, þannig að hún er sem sagt með 2500 textílverk sem að hún gaf safninu og safnið það mun þá skipta út árlega og sýna eitthvað part alltaf úr þessu safni. Og á öðru blaði sem að ég fékk á safnasafninu, þar sem fjallaður stofu Jennyar Karlsdóttur, að þar segir meðal annars: búin verður til heimasíða þar sem fólk getur skoðað gripina, keypt munstur og nýtt sér ýmiss konar verklag og þekkingu. Viðskiptavinir geta sett umbeðið efni beint í kaupkörfu á netinu til afgreiðslu eða fengið munstur skannað og útprentað í æskilegri stærð og sendt heim í pósti. Í nafni stofu Jennyar verða kynningar og fræðsla fyrir hópa þar sem fjallað verður efnisþætti og útsaumsaðferðir. Þannig að það verður spennandi að fylgjast með því þegar þessi heimasíða verður sett í loftið og það er spurning hvort ég geti kannski bara sagt okkur frá því hér þegar af verður. Mikið fannst mér gaman að hitta Jenny Karlsdóttur. Hún er hafsjór af fróðleik og að fá að vita eða fá að heyra af þessari vinnu hennar sem að við að safna handverki og svona að það er
já, ég var eiginlega bara orðlaus. Mér fannst þetta svo frábært. Bæði það og þessi vinna sem hún í núna með altaristúka í kirkjum landsins. Hún fer aldrei í eitthvað svona lítið verk. Þetta allt stór verkefni sem hún tekur sér fyrir hendur. En gerir það alveg með miklum bravör. En ég ætla að segja þetta gott í dag. Við sjáumst í næsta þætti. Bless.